Innanlandslega hamingju. Er þetta þinn fyrsti sigur í meistaradeildinni? Nei? Jú, þetta er fyrsti sigurinn. Ég hef verið tvisvar í öðru sæti, það var bæði skiptin í 5 gang og svo í 3. sæti í 4 gangnum og svo núna í fyrsta sæti. Var þetta ekki svolítið sætur sigur? Jú, þetta var mjög gott núna. Þetta var allt fyrir pappa. Stóð ykkur ótrúlega vel í kvöld og ég ger mér fulla grein fyrir að þetta hafi ekki verið auðvelt kvöld og þú varst bara algjör hetja og þetta var bara algjörlega frábært. Já, takk fyrir það. Hægnin var svona allt í einu bara að prógram var frekar einfaldur hlutur með hvað sem er búið í gangi. En þetta er bara, já, þetta var alltaf planið, sko. Segðu okkur aðeins frá hvernig þú þjálfar svona slagtímatöltara. Ertu að ríða mikið slagan taum í daglegri þjálfun? Ekki svona í byrjun vetrar en svo fer það alltaf að koma meira og meira inn sko og mér finnst mjög mikilvægt að þeir séu bara sjálfberandi og ég í rauninni ríð mjög mikið sko taumugefinn fram, fæ hann svona sofnandi og sjálfberandi og sleppi taumnum í nokkra sekundur, tek hann aftur og kenna hann þetta þannig en hann er samt bara mjög eðlis jafnvægisgóður á tölti og það er bara það sem allir slagtímatöltar þurfa að hafa. Það er að hjálpa honum. Er eitthvað sérstakt þegar þú þarft að hafa í huga til dæmis þess að kenna hestum að ganga á slökum taumi gegnum beygjur? Ég held að það sé bara að þeir séu náttúrulega í góðu jafnvægi og bara kenna þeim það, í rólegheitunum skilurðu að sleppa og taka og bara, ná góðum punktum og ekki leyfa þeim að ganga endalaust að þeir eru ekki góðir, sko. Þannig að já, ég held að það sé bara svolítið svoleiðis. Við segjum bara enn og aftur innanlandslega hamingju, þetta var gjörsamlega frábært. Takk fyrir það.